Komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið. Samtök atvinnulífsins gera ekki ráð fyrir almennum launahækkunum í næstu kjarasamningum en þó verða lágmarkslaun hækkuð að einhverju marki. Við ætlum að ræða þetta nánar og hingað komin Vilhjálmur Egilsson sem framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Velkomin Vilhjálmur. Þakka fyrir. Byrjum bara á byrjunni. Af hverju gerið ekki ráð fyrir almennum launahækkunum? Við teljum að það eigi ekki við þær aðstæður sem eru núna á vinnumarkaðnum. Það hefur verið mjög mikið launaskrið og verkefni núna að stilla vinnumarkaðinn af á nýjan leik. Við gætum verið að horfa fram á mjög mikinn samdrátt á næsta ári vegna þess hvernig staðan er á fjármálamarkaðnum og ef við færum að hækka lágmarkslaunin, ekki lágmarkslaunin, ef við færum að hækka önnur laun heldur en lágmarkslaunin og það sem eru lægstu taxtarnir, að þá værum við bara að grafa okkur gröf á næsta ári og það hefur í sjálfu sér ekkert upp á sig að hækka laun sem eru kannski búin að hækka þetta 15-20% einhverja litla prósenti viðbótið það. Það skiptir ekki svo miklu máli. Fyrir það fólk sem búið að fá svona miklar hækkanir, það skiptir miklu meira máli að ná verðbólgunni sem mest niður og hafa stöðuleikann þannig að það verði eitthvað úr þessum hækkunum. En í staðinn að þá leggjum við ofurkapp á það að ná upp lágmarkslaununum og líka þessum lægstu töxtum og færa taxtanarunni nær greiddu kaupi heldur en er í dag. Og á móti þá taxtahækkunum þá myndu falla niður þá yfirborganir og auka greiðslur eftir því sem við á. Þannig að heildarhækkunin sem kæmi út úr þessu fæli það í sér að allt svigrúmið sem atvinnulífið hefur í kjarasamningunum myndi fara í þessar afstillingar og við myndum líka að tala það að það yrði ákveðin launaþróunartrygging þannig að þeir sem hafa setið eftir í launaskriðinu þeir myndu þá fá líka ákveðna hækkun. En nú hefur ástandið á markaðnum ekki verið mjög gott að undanförnu. Er þetta einungis ástæðin eða er hún almennari? Sko ég held að við bara lítum almennt á máli og þá getur maður spurt sjálfan sig að því við hvaða skilyrði í einu hagkerfi eða efnahagslífi er eðlilegt að allir sé að hækka einhverja ákveðna prósenta á sama tíma. Og svarið við því er það er í hagkerfi það sem er mjög mikill stöðugleiki og laun er ekki að hækka yfirleitt mikið nema í kringum kjarasamninga og þá getur það verið einhver glóra í því að hækka alla á sama tíma einhverja tiltölulega lága prósentu þannig að það sé búið að stilla allt hagkerfið og atvinnulífið inn á það. Þetta getur eins og maður segir virkað í einhverju svoleiðis ástandi en hjá okkur þar sem launaþróunin hefur verið algjörlega út og suður og fólk hefur verið að fá almennt miklar hækkanir umfram það sem sami hefur verið að þá á þetta bara getið við að vera að hækka saman fólkið mörgum sinnum og nota allt púðrið sem við höfum til þess að hækka saman fólkið mörgum sinnum. Hvað áttu við með því? Það segja, fólk kannski búið að fá umfram hækkanir sem bara 10-15% umfram það sem að sama og svo ætlar að fara að hækka það sama fólk aftur kannski einhver 2-3-4% viðbót eða hvað áttu að tala að þá er að taka frá fyrirtækjunum svigrúm og atvinnulífinu svigrúm til þess að hækka þá sem eru lægra launar hafa ekkert fengið. Og ég held að það bara gangi ekki fyrir einn vinnumarkað að þeir sem eru fyrirtæki og það fólk sem eru á töxtum að það þeirra launahækkanir sé ekki í neinu samhengi við það sem almennt er að gerast. Þannig að það sem við þurfum að gera er að nota heildarsvigrúmið til þess að stilla vinnumarkaðinn af upp á nýjan leik. En laun hverra munu þá hækka og hversu mikið? Já, við erum að sjá það að bara skoða dreifingarnar og þá munu þeir hækka fyrst og fremst sem eru lægstir. Sem hverjar? Þetta er bara mjög víða í atvinnulífinu eftir atvinnugreinum. Við sjáum þetta í sjávarútveginum, fiskvinnslunni, við sjáum þetta í iðnaðinum, við sjáum þetta í versluninni og við sjáum þetta í ýmsum þjónustugreinum
þar sem að kauptaxtar skipta verulegu máli. Og, hversu mikið það? Við erum að spá í svona svipaða aðgerð eins og við gerðum í fyrra þegar lágmarkslaunin og kauptaxtarnir voru hækkar 15.000 krónur. Við höfum ekki fengið allar tölur í hús, þannig að ég geti sagt nákvæmlega hvað við erum að tala um, en það er svipuð aðgerð sem við erum að tala um að stærðargráðu, og síðan er þetta eitthvað mismunandi eftir einstökum kjarasamningum hvernig þetta myndi útfærast. Við myndum ekki verið að gera nákvæmlega sama í fyrra, heldur það er einhver önnur útfærsla sem og af því að samningarnir eru mismunandi og það eru mismunandi áherslur hjá mismunandi félögum og landssamtökum, þá þurfum við að hafa meiri sveigjanleika í þessu heldur en við gerðum í fyrra. En niðurstaðan er enga síður okkar mati skynsamlegust ef hún getur verið með einhverjum svona svipuðum hætti. En á fólk eftir að finna fyrir þessum hækkunum? Hljóðast þetta ekki bara út í vaxtabrjálæði fólk myndi sem er að fá hækkanir, það sjálfsögðu er að fá þær. Og nú ef það er ekkert gert, þá myndi ástandið hjá þeim ekki batna. En við erum að reyna að fara inn í þetta með þeim hætti að skapa sem minnsta ástæðu fyrir áframhaldandi verðbólgu. Við erum miklu frekar að skapa skilyrði fyrir stöðugleika og að verðbólgan geti lækkað, og það eru margir aðrir þættir sem að koma þar inn í. Þetta er ekki bara heldur að fólk verði tilbúið til að leggjast á eitt til að lækka verðbólguna? Heldur að fólk vil ekki bara fá sín laun og sína launahækkanir? Já, sjálfsögðu vil fólk líka gera það, en fólk vil líka að verðbólgan éti ekki. Gerirðu ráð fyrir að verkalýðsfélög leggjast á eitt með þetta? Ég held að fólk, eftir því sem ég tala við fólk í verkalýðshreyfingunni, þá held ég að það sjái það allir að þarna eru verk að vinna að taka á þessum þáttum. Og ég segi bara, ef við þurfum að hækka þá sem að hafa fengið alla launahækkanir á silfurfati í gegnum launaskrið, þá erum við náttúrulega að reyta okkur fjaðrirnar í samvætti lágmarkslaunin og launaþróunartryggingu og skilja þá hópa eftir. Og við teljum að hvorki skynsamlegt né eðlilegt að standa hann að málum, og ég treysti því að innan verkalýðshreyfingarinnar sé þessi vilji líka til þess að standa svona að þessum málum. Þið hafið gagnrýnt hagstjórnina mikið og stýrivaxtastefnu Seðlabankans. Gagnrýnin sem við höfum verið með er tvíþætt. Annars vegar er það sem við köllum umgjörð hagstjórnarinnar, og sem felst í því að talna efnið. Það er að segja það sem mann er að segja þjóðhagsstærðirnar, landsframleiðsluna, það sem viðskiptahallan, tekjur okkar af fjármagni erlendis frá, okkar eignastöðu og skuldastöðu í útlandum og allar þessar tölur, að þær eru hvergi nærri því nógu vandar, og þær eru sagt, og þá er ég að tala mjög varlega, að þetta er í rauninni ekki boðlegt hvernig þetta er. Og sem dæmi sem við tökum er það að í fyrra, við talum bara 2006, ekki einu sinni tala um 2007, hvað það 2008, að 2006 þá var vinnumarkaðurinn að stækka meir en 5%, það er að segja störfum á Íslandi að fjölga meir en 5%. Samt sagði Hagstofan framan að ári að hagvöxtur í fyrra hafi verið aðeins 2,6%, og nú eru þeir komnir upp í 4,2%. Og þeir eru örugglega eftir að hækka þessa tölu ennþá meira, og svo þess ári þá er vinnumarkaðurinn að stækka svipað, og nú er talað innan við 1% hagvöxt á þess ári. En eitt að lokum örstutt, verður þetta ekkert áfall fyrir launafólk? Áfall? Nei, ég held að þetta er stórkostlegt fyrir launafólk ef við getum komist í gegnum þessa kjarasamninga og verið með maximum hámarkssveigjanleika á næsta ári, bæði í rauninni fyrir þá sem að hafa fengið allt þetta launaskrið ef við getum náð verðbólgun niður, og eins líka fyrir þá sem að setja eftir, að þá erum við að ná mestu hækkunum fyrir það fólk sem við getum hugsanlega verið með. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Takk. Við látum þessu lokið núna, en við minnum á kvöldfréttir 6:30. Verið sæl.